ósigur hérna í Njarðvík, hvað olli? Það er bara, sitt lítið hverjum, við vorum bara ekki nógu góðir, bara því miður. Mér fannst þetta svona kannski í flatara lagi, varnarlagi fyrri hálfleik, fannst þetta bara verið í lagi, mér fannst þetta berjast vel gegn seinni hálfleikinni, kannski svona í þau skipti sem við svona vorum að gera okkur líklega til þess að svona koma okkur inn í leikið, það hittu bara úr mjög stórum boltum og það verður bara að segjast eins og vera, við bara hreinlega réðum ekkert við Vinsson hjá þeim, sem er kannski ekki eitthvað sem við eigum að venjast. Við erum með tvo mjög öfluga varnarmenn í kringu körfuna og hann hafði svolítið yfirhöndina í kvöld og það er bara mjög erfitt að eiga við það. En afturvægt að eiga við það erlendur leikmaður Njarðvíkinga er að klára ykkur? Já, það er svona? Nei, ég meina það er bara hrósa þá. Maður hefur alltaf vitað það að Vinsson getur spilað körfubolta, þetta er alveg hörku spilari og þegar maður sá að hann var leiðinn hingað og vissum maður alveg að það er erfitt að eiga við hann. Ég meina við erum bara 2 sigrar með 2 sigrar og 1 tap og hörkuleikur á föstudaginn og við erum alveg fullt inni, sumt að ég satt bara í borgaralegum klæðum á bekknum hjá okkur og það er engan bilbu okkur að finna. Já, ert með nokkra meiðslum að segja okkur aðeins frá því, hvað er að frétta því? Já, Eysteinn er tognaður á kálfa og Bjarni er að eiga við eitthvað ástand í mjöðminni og ég svo sem gerir mig kannski vonur að annarkvort þeirra verði tilbúin næsta föstudag. Stefán líka eitthvað hann er með eitthvað tak í bakinu og við látum líta á hann bara núna strax eftir helgi og það er bara verður að ráðast. Málið er að áður en að dæmi með hann kom til þá vorum við bara sáttið við liðið okkar og það er ekkert verið að skipta hann innum út. Þetta er bara svona einhver viðbót sem að kannski vonandi kikkar inn á einhverju tímapunkti en það á ekki að láta nærvera hans trufla sig eitthvað sérstaklega mikið, hvort sem hann er inn á eða ekki. Takk fyrir þetta, Birgir. Já, takk.